þá ættum við að vera komin live bæði á YouTube og á X. Góðan og blessaðan daginn öll. Já, síðasti sólarhringur hefur verið mjög áhugaverður ef ég á að segja rétt frá. Ég bara í hádeginu með kaffibolla minn og hugsaði með mér að það væri í raun og veru bara gott að taka smá update frá því í gær. Færslan mín á Facebook fékk alveg gríðarlega mikið áhorf. 5.000 hafa séð myndskeiðið frá því í gær þegar ég lýsti hvaða aðgerðir lögreglan á Austurlandi fór í gær. Það sem hefur gerst í eftirkant náttúrulega það að ég búinn að ráðfæra mig við lögfræðinginn minn og þess háttar. Við reyndum ítrekað að ná í lögreglunni í gær og án árangurs. Og þetta eiginlega hið furðulegasta mál því að mér skilst að þegar fjölmiðlar fóru að spyrjast fyrir eða einhverjir fjölmiðlar fóru að spyrjast fyrir og reyna að ná í þennan Eirík Valberg sem sendi þessa 2 herramenn frá lögreglunni á Reyðarfirði yfir á Breiðdalsvík til þess að leita að mér. Þá var þeim tjáð að Eiríkur væri bara kominn í páskafrí. Þannig að ég ekki alveg áttam á þessu. Dymbilvikan að ganga í garð og páskar og þess háttar og maðurinn sem sagt kominn í páskafrí en eitthvað lá á að ná í mig og ef það ekki náð í mig þá yrði lýst eftir mér eftir formlegum og opinberum leiðum. Ég ekki alveg áttam á þessu en eins og ég sagði í gær, þetta svona að fara að líkjast ofsóknum. En hjá okkur og hjá Samtökunum 22 það náttúrulega ekkert opinbert fé sem rennur til okkar, það ekkert USAID eða einhverjir styrki frá Evrópusambandinu eða frá Norðurlandaráði eða neitt þannig. Þannig að erum við bara í grasrótinni sem erum að vinna þessa vinnu í sjálfboðavinnu og fjármagna það sem við gerum með hjálp vildarmanna og hollustuvina. Þannig að smá auglýsing, bolur sem var að koma í hús, hann heitir Þennan mann þarf að stöðva og hann til sölu á 3.500 krónur, þannig að bara hafið samband ef ykkur langar í svona ból. Nei, fyrirgeðu, bólin á 3.900, en húfan hugsanakrimi, hún á 3.500. Svo erum við með aðra húfu sem gerum Ísland gott aftur og ég held að veitir ekki af því að íslenska ríkið í raun og veru hrunið og alveg tímabært fyrir fólk að fara að rísa upp gegn þessu. Þetta bara orðin klikkun. Og þessi húfa hún verður líka til sem, á þessari húfu verður rauð eins og þessi, en það verður enda bróteraður textinn í henni og á þeirri húfu mun standa gerum konur kvenkyns aftur og ég held að það sé líka skilaboð sem eru mikilvæg út í samfélagið þessa dagana. En mér langaði aðeins að stikla á þessum ofsóknum því að þetta eiginlega furðulegt að ríkisstofnun eins og sannleiksráðuneytið 78 færa að vaða uppi. Þarna velur samtökin að ofsækja sem sagt samkynhneigða fyrir wrong thing. Við erum samkynhneigð og þessi orð hafa merkingu. Að við löðumst að fólki að sama kyni og gagnkynhneigt fólk laðast að fólki af gagnstæðu kyni. Kynin eru 2 og þetta vita allir og það á ekki að þurfa einhverja háskólagráðu til þess að geta greint kyn mannfólks. Og
translobby nota náttúrulega rosalega mikið sko intersex og að kynin séu, líffræðileg kyn séu fleiri. Ég meina, ok, þá bara setjum við þetta fólk sem segist vera trans í litningapróf og bara, þá var þetta bara greina hvort að þetta fólk séu eitthvað öðru kyn en það er. Þetta er ekki flókið. Við erum búin að bíða, sem sagt, núna eru 5 mánuðir liðnir síðan ég var dregin inn í skýrslutöku í Keflavík deginum fyrir kosningar og á kjördag var ekkert nema fréttir mig og einhver eldfim ummæli eftir mig þegar ég er að gagnrýna skiluru snjómokstur borgarstjórnar og þú veist að ég segja þú veist að ég vona þau fái kynferðavörtur og æli blóð og galli og eitthvað, þú veist, já, þetta er alveg, þú veist, þetta er kjarnirt, en má almennu borgari samsagt ekki gagnrýna yfirvaldið. Erum við komin þangað? Ég meina, hvað er tjáningafrelsið og hvaða merkingu hefur það? En svo náttúrulega eftir kosningar þá náttúrulega tekur við svona bara hvíldartími og jólaundirbúningur og fólk er bara að svona ná áttum og ný ríkisstjórn tekur við og allt bara í því sambandi. Þannig, og ég náttúrulega hafði engan tíma til þess að ráða minn lögfræðing þegar ég var í miðri eða við lok kosningabaráttuna og annað. Það gerðist allt svo ofboðslega hratt. En ég náttúrulega réði lögfræðing og hef crowdfundað fyrir lögfræðakostnaðinum sem betur fer. Ég meina, ég er ekki vel efnaður maður. Ég búin að nota bara mína eigin fjármuni í þennan aktivisma í mörg árin en vasa mínir eru ekki endalausir. Þannig að ég þurfti að grípa til þess ráðs að crowdfunda og núna náttúrulega reyna að virkja cashflowið hjá samtökunum 22 með því að fara út í þetta og fá fólk til þess að vera með og vera sýnilegt. Ég held að það sé það mikilvægasta í þessu öllu núna. Núna þurfum við að vera sýnileg. Við þurfum að sýna valdinu, við þurfum að sýna þeim sem þykjast og segjast stjórna öllu, við þurfum að sýna þeim að hingað og ekki lengra, þetta er komið gott og það er góð leið að byrja samtal og brjóta ísinn með til dæmis einhverju svona, þú veist, þá stoppa fólki út á götu, byrja hvað meinarðu með þessu, þú veist, og við erum með bóla sem stendur björgum stelpustrákunum og björgum strákastelpunum, þú veist, þetta eru svona, þetta er svona hvetur til samræðina sem er bara af hinu góða. Þannig að ég bara hvet ykkur til þess að skoða Facebook storyið hjá mér og hjá samtökunum 22, hafa samband við mig, senda mér e-mail á eldur@samtökun22.is ef þið hafi áhuga að hjálpa okkur á einhvern hátt. En í febrúar þá sendi lögfræðingurinn minn beiðni til lögreglurnar á Suðurnesjum til þess að fá öll gögn málsins afhent, sem sagt skýrslutökuna, kæruna, ég er ekki eins og búin að fá kæruna eftir formlega leiðum. Kæra samtakana 78, hún var birt í PDF-skjali í viðhengi á Vísi. Ég er ekki búin að fá kæruna formlega. Ég fekk kæruna í gegnum Vísi. Þú veist, spáið í sturlun. Þú veist, þannig að ég er ekki einu sinni og lögfræðingurinn, við erum ekki búin að fá kæruna, sönnunargögnin, skýrslutökuna eða neitt eftir formlegum leiðum. Kæran sem ég hef í höndunum, það er skjal sem ég downloadaði eins og hver annar á vísi.is. Þannig að ég veit ekki eins og hvort að þetta sé í trássi við persónuverndarlög að samtökin 78 létu fjölmiðla hafa kæruna án þess að sé búið að birta mér hana og ég hef ekki eins og fengið hana eftir formlegum leiðum ennþá. Herði, svo fáum við engin svör og í mars þá þurfum við að hóta lögreglunni að við þurfum að fara til héraðsdóms til að fá dómsúrskurð til þess að fá gögn málsins.
Þá vaknar lögreglan og segir að málið sé á forræði lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Jæja, gott og vel. Þá höfum við samband við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og heyrum svo ekkert og ítrekkum og svo kemur tölvupóstur. Já, við höfum móttekið ítrekkunina á þessu og við förum í málið. Það er 17. mars. Það er mánuður síðan og ekkert. Engin gögn, ekkert samtal, engin samskipti, ekkert. Þannig að þessi aðgerð fyrir austan í gær er alveg með ólíkindum. Maður bara skilur þetta ekki. Og þetta líkist bara einhverjum ofsóknum. Þetta er bara, málið er það að prósessin er refsingin, kostnaðurinn og prósessin er refsingin. Þannig erum við refsuð. Mér langar að taka sem dæmi. Við erum fjögur sem erum kærð til lögreglu í 5 mismunandi kærum. Ég er kærður í 2 af þessum kærum, þannig að það eru ekki 5 aðilar sem eru kærðir, eins og hefur komið fram til dæmis á Mannlífi og einhvers staðar annars staðar. Við erum 4, en ég er kærður í tvígang og meira þess að fyrir sömu ummælin í 2 ólíkum kærum. Það er bara búið að gefa út ákæru, eða bara, þetta er náttúrulega bara ákæru og mikið. Það er búið að ákæra, sem sagt ákæruvaldið hefur kært Pál Vilhjálmsson fyrir sín ummæli. Það mál átti að dómtaka í febrúar og bara örfáum dögum fyrir dómtökuna í febrúar, þá er málinu hans Páls frestað 2 mánuði og átti að taka fyrir í héraðsdómi í dag. Nema hvað, ég ræddi við Pál fyrir nokkrum dögum síðan og þá sagði hann mér að bara upp úr þurru, þá er búið að fresta málinu hans til 16. maí. Þannig að þarna er bara verið að draga okkur á asnærunum í gegnum kerfið hægt og rólega, því að eins og ég segi, prósessin og kostnaðurinn við þetta er refsingin. Og það er ekkert annað sem vakið fyrir. Þetta er bara svona intimidation, þetta er bara ógnartilburði. Þarna er verið að beita ríkisvaldinu af samtökum sem eru styrkt af ríkisvaldinu með fleiri tugaviki 100 milljóna sem eru í beinum hagsmunatengslum við embættin víða í kerfinu og hafa tekjur af sambandi sínu við embættin. Þannig að þetta er bara svona, við getum kallað þetta bara spillingu því að það er nákvæmlega þetta sem þetta í raun og veru er. En ég veit nú ekki hver þessi Eiríkur Valberg er, hann er eflaust ágætis maður, svona prívat og persónulega, ég ætla ekki að dæma það. En ég náttúrulega googlaði manninn í gær til þess að sjá hver þetta væri og það stakk mig í augun að þetta er sami lögreglumaðurinn og var að rannsaka þennan meinta hatursglæp þegar var þessi meinta árás á ráðstefnugest samtakanna 78 að mig minni 23. ágúst, þú veist, þá voru þið með eitthvað ráðstefna á Grand Hotel og það átti að vera ráðist á eitthvað sem er tengdur norrænu félagi sem var gestur. En málið er það að það er ekkert fórnarlamb sem hefur fundist. Bæði fjölmiðlar í Noregi, Svíþjóð og Danmörku og Finnlandi hafa verið að leita að þessum aðila og ekkert fórnarlamb finnst. Þessi árás á að hafa gerst á Hverfisgötunni, það sem er fullt af myndavélum. Engin gerandi hefur fundist. Enginn hefur verið eftirlýstur og í eftirkant af þessari meintu árás þá fær samtökin 78 bara flýtifund með dómsmálaráðherra og það er alls konar batteri sett í gang og örugglega auðsið einhverju auka fjármagnir í að auka öryggi hinsegjins fólks í miðborginni og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er allt bara peningamilla og því fyrr sem fólk áttar sig á því betra.
hvað var það annað sem ég ætla að taka fyrir í dag? Það var eitthvað annað og núna bara man ég það ekki. Það gerist svo ótrúlega margt á hverjum einasta degi í þessu sambandi. Já, heyrðu, það hérna flóttamanna hjálp hinsegin fólk sem samtökin 78 að reyna að opna. Ég meina, hvaða áráður þarna í gangi bæði hjá Mannlíf og Heimildinu? Hver að borga fyrir þessa umfjöllun? Kemur þarna maður frá Bandaríkjunum með 9 ára gamalt barn sem hann eflaust ekki hefur alveg getað gert deil á, held ég. Ég meina, ég veit ekki neitt, það náttúrulega ástæða fyrir því að maðurinn sendur úr landi með barnið. Hafði hann leyfi til þess að nema barnið á brott frá Bandaríkjunum? Hvar móðir barnsins? Þú veist, það alls konar svona spurningar. Og svo gefið uppi og látið uppi að maðurinn sé hérna í bráðri hættu í rauðu fylki í Bandaríkjunum þegar hann í mest woke fylki Bandaríkjana í Minnesota. Þarna líka eitthvað annað á seiði til þess að búa til auka fjármagn. Ég fer ekkert ofan að því. En ég ætla bara rétt að vona að fólk fara að vakna og fólk fara að sjá í gegnum þetta, því að við vinnum ekki þennan slag nema að taka hann. Og það gerist ekkert í skólakerfinu fyrir en foreldrar mótmæla. Það gerist ekkert innan heilbrigðiskerfisins nema við þú veist, bara á ensku, put them on the spot. Þú veist, það eru fleiri og fleiri að hætta þessu kukli á börnum. Þau vita það og ég ætla bara að rétta út olive branch til samtakana 78. Lausnin að taka börnin út úr þessum aktivisma, hætta þessari innrætingu og fara að lifa í raunveruleikunum með okkur öðrum. Þá batnar almenningsálitið strax og það verður hægt að mynda frið í samfélaginu þegar kemur að þessum málum. En ég ætla að láta þetta gott heita í dag. Ég bara minni á, bara hafið samband, hugsanakrimi, gerum Ísland gott aftur. Þannig að mann þarf að stöðva, það eru fleiri útgáfur af þessu, en ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag því að ég held að þessi stuttu format séu miklu betra heldur en að vera í einhverju langklukku. Þannig að ég bara býð ykkur góðan dag, elskurnar mínar, og njótið dagsins. Verið sæl.